Foreldrar velta oft fyrir sér hvort að barnið að fái nægan svefn og það ekkert sérstaklega einfalt að svara því að svefnþörf mjög misjöfn á milli barna og það til ýmis viðmið og ráðleggingar svefn í klukkutímum talið en líklega best að einbeita sér bara að því hvernig barninu líður frekar en hvað segumarga klukkutíma sólarhring. Ef barninu líður vel og þér líður vel þá þarf ekki að breyta neinu. Hins vegar, ef þú hefur á tilfinningunni að barnið þitt sé ekki að sofa nóg, virðist vera þreytt og ergilegt, þá gott að hafa í huga að það ýmislegt hægt að gera til að bæta svefnin. Fyrst skoða maður hvort það þurfa að breyta svona takti eða rútínu barnsins, þá svona hvenær það vaknar og hvenær það sofi daglur og svoleiðis og svo hvort það getur sofnað sjálft. En það þessi tveir svona grunnþættir sem mikilvægir þegar við að fara að bæta svefn barna, takturinn og sofna sjálft eða svona með minni aðstoð en áður. Börn fæðast með þann hæfileika að geta sofna sjálf og oft hægt að viðhalda því en stundum komið upp aðstæður þar sem að börn þurfa mikla aðstoð við að sofna eins og þau eru lasin eða þegar líður illa. Svo þegar veikindin ganga yfir alltaf hægt að ýta undir þetta aftur þar að segja að þau sofni sjálf. Börn sem að geta sofna sjálf á kvöldin nefnilega líklegri til að vakna síður á nóttinni. Allt sem á sér stað þegar barn sofnar vill það nefnilega líka þegar rumskar. Barn sem að sofna við að drekka eða sofna svona við hoss í fangi, það vill að sjálfsögðu fá það aftur þegar það rumskar. Yfirleitt svona einum svefnhring síðar, en einn svefnhringur svona í kringu 45 mínútur. Hægt og rólega þá fækkar daglurum eftir því sem barnið eldist og oftast verður nætursvefnin betri eftir því sem lúrum fækkar. Fyrsta vísbending að tími sé komin til að fækka lúrum þegar einfaldlega ekki pláss fyrir síðasta lúrin lengur og þá svona freistandi að sleppa honum og láta barnið jafnvel fara bara fyrir að sofa kvöldið í staðinn. Segjum hérna frá henni Petru sem rúmlega 18 mánaða og svona hraust og glaðlynd og ótrúlega orkumikil og flott stelpa, vaknar alla mótna klukkan 6, mjög hress, ekki séns að svæfa hann aftur. Hún vill bara fara fram að leika og dagurinn byrjaður. Svo sefur hún daglúr í hádeginu, svona milli 12 og 2 og fyrir að sofa kvöldin yfirleitt 7. Hún oftast mjög lengi að sofna og það svona mikið nætubrölt á henni. Sko þessi morgunhressu stúlka, hún nefnilega að vaka svolítið lengi fyrir lúrin sinn og stutt fyrir nóttina. Þannig að með því að svona svissa þessu, þá líklega verður hún öll þreyttari þannig á kvöldin. Þannig að færum lúrin aðeins fyrir þannig að hún fari frekar svo 11 í staðinn fyrir 12 í lúr og með því gengur betra svo á kvöldin. Það mjög mikilvægt að hugsa alltaf öryggi þegar kemur svefnin barna. Foreldrarúm oftast ekki talin öruggur staður fyrir ungbörn því að dýnan jú mjúk og það eru kottar og sængufatnar og annað sem geta valdið köfnun. Ég ráðlegg foreldrum barna yngri en 6 mánaða að það sofi í sínu rúmi en í herbergi foreldra. Flestir fullorðnir kjósa að sofa í notalegu umhverfi þar sem það er frið og ró og myrkur. Börn yfirleitt ekki undantekning þó að sum virðast geta sofið hvar sem og ekkert í umhverfinu trufla þau. En þá meirihluti barna frekar forvitin og svona viðkvæmur fyrir hljóðum og birtu og þurfa því ekstra rólegt umhverfi og næði. Foreldrar líklegri til þess að klæða börn of mikið. Ef að barnið svona sveitt á höfði eða hérna aftan á hálsi því líklega of heitt. Þau eiga til svona sparka af sér, þau eru sofnuð og leifum þeim að vera. Hættu að breiða aftur yfir barnið þitt og laga það til. Þú líklega að trufla það. Það ótrúlega gott að hafa kvöldmat snemma. Flest börn eru svöng bara 4, 5, 6 eitthvað slist. Þegar eru þreytt þá vilja þau yfirleitt ekki borða. Varandi háttatíma barna þá hentar flestum börnum að fara í háttinn milli 7 og 8. Á þessum tíma byrjar seyting melatónins og styður þannig við líkamsklukkuna og þreytu barnsins en flest börn eru ofsalega lífsglöða eðlisfæri og vilja ekki fara að sofa og það er bara algjörlega eðlilegt að þau neyti fyrir það að vera þreytt. Þannig að kvöldmatur snemma, fara í bað, æslast svolítið eða vera í hitanum og slaka, það er bara misjafnt eftir börnum, eiga notalega stund á skiptiborðinu, nýbleia, náttföt, fá smá kvöldsnarl, hvort sem það peli eða smá banani, tannbursta og svo ótrúlega fínt að svona ganga með barnið í fanginu í íbúðinni
og svona slökkva ljósin og bjóða heimilinu góða nótt. Fara svona í herbergi og lesa bók með helst barnið í fanginu og lestu bók, svona sömu bókina aftur og aftur af því að það er svo ótrúlega svona notalegt og róandi og það er ekki svona eitthvað svona spenningur eða svoleiðis, þannig að bókin hefur þá þessi svona sefandi áhrif, hlýjan og notalegheitinn frá þér eru líka þarna, þannig að það er alveg rosa gott. Svo slekkur ljósið, syngur kannski lag eða fer með bæn, barnið fer í rúmið sitt og þú annarkvort fer fram eða kannski sest á stól og ert hjá barninu. Að koma á góðum svefnvenjum er langklaup og það þarf þolinmæði og staðfestu, þannig að gangi vel.